Góðan daginn og velkomin í Knattspyrnu sambandið. Við erum með fyrirlestur í dag. Viðfangsefnið eykur meðvitund styrkleika jákvæða menningu. Og til þess að svara þeirri spurningu eru hingað mættar Birna og Sofía, Sossa. Og þið kynnið þetta betur og keyrir bara af stað. Algjörlega. Já, takk. Við ætlum aðeins að fá bara að kynna okkur stuttlega. Ég heiti Sofía Ámundardóttir, kölluð Sossa í fótboltanum. Ég leikmaður Vals til 20 og eitthvað ára. Búin að þjálfa í Val í 30 ár, þannig ég aðeins þekki þetta umhverfi. Ég er líka að kenna hérna á KSÍ námskeiðum. Þannig að fótbolti hefur alltaf verið mitt líf og yndi. Já, ég á einhverja landsleiki líka, þannig að ég þekki umhverfi frá öllum hliðum. Ég hef líka verið foreldri í fótbolta og svo átti son sem að spilaði mitt með Axel í Redding. Þannig að hérna, já, það er ég. Já, hæ, ég heiti Birna. Ég spilaði með Austra, ef einhver veit hvaða lið það er. Og hérna var meira svona líka frjálsum og bakgrunninn svona íþróttalegs eðlis. Ég var formaður Aftureldingar í 6 ár, gjaldkeri 3 ár þar á undan. Þannig að svona þekki umhverfið. Og þegar við Sossa hittumst í náminu í haust að ég var strax með það markmið að mig langaði að gera eitthvað sem að tengdist svona, já, þessari menningu í íþróttunum. Ekkert bara knattspyrnunni, bara allstaðar. Því að ég held að þar megi laga helling bara til þess að styrkja fólkið okkar. Þannig að algjörlega. Við erum að útskrifast núna úr jákvæðri sálfræði, 61 mastersnám á háskólastigi. Og við vorum mjög fljótar að finna það út og okkur langaði að tengja okkar lokaverkefni fótbolta því að við erum báðar mjög mikið tengdar inn í þann heim og fengum hérna Adda og Dag til þess að í smá samstarf. Við erum líka búin að skrifa eina grein sem við erum að fara að birta sem að því ég er að vinna mjög mikið, ég er semst kennari og er að vinna á menntavísindasviði Háskóla Íslands og ég er mjög mikið í ofbeldisforvörnum og þegar ég hitti alla skóla á landinu og segi, þú veist, hver eru erfiðustu hóparnir ykkar, þá segja allir án undantekninga A-liðsstrákarnir í fótbolta. Þannig að við erum að skrifa grein það hvernig við getum breytt þessari ómenningu A-liðsstráka með jákvæðum inngripum. En jákvæða sálfræðin, hún gengur mest út á það að skoða hvað gengur upp hjá fólki, ekki eins og klíníska sálfræðin sem er alltaf að skoða hvað er að. Þannig að við vildum fókusera á eitthvað jákvætt og skemmtilegt. Þarna er tölvanni, þarna, þú ert beina. Já. Flettist ekki. Það er örugglega þetta sem þarf alltaf að exa út. Sjá, ok. Já, við hittum norska, kom til okkar, í hverri lotu kom alltaf erlendir fyrirlesarar og það kemur norsk kona sem er mikið að kenna bara á heimsvísu og hún var að tala um þetta, hún er markþjálfi og við fórum að hugsa hvernig getum við nýtt þetta fyrir knattspyrnuheiminn okkar og jafnvel bara annars staðar. Við erum að kenna í Kvan, svona styrkleika vinnustofu fyrir börn 10–12 ára og svo 13–15 ára og foreldrar þar hafa sagt er ekki hægt að gera svona fullorðinsnámskeið því að þeim fannst börnin sín nýta sér þetta svo vel. Og þetta er svona yfirlitið sem við ætlum að renna yfir í dag og svo bara og alltaf opið fyrir umræður, ef ykkur langar að spyrja eitthvað á leiðinni þá bara að gera það. Virkar hann ekki? Já, virkar hann. Þetta er semst bakgrunnur, fræðilegu bakgrunnur rannsóknarinnar. Styrkleikamiðuð nálgun, áhersla á að efla vitund styrkleika með því að koma auga á þá, kenna leikmönnum setja nafn á þá og veita endurgjöf og viðurkenningu sem byggir á styrkleikum. Ég ásamt mjög mörgum og Daði Raps, vinur minn, hefur nú talað um þetta líka mikið. Við erum mjög góð í knattspyrnu þjálfun bara á heimsvísu. Ég hef farið á Dana Cup og Gothia Cup með lið og við erum að standa okkur mjög vel. Við erum alltaf með mjög vel menntaða þjálfara á Íslandi. En það sem við höfum þurft það ættum að gera miklu meira af, það er þessi hugarþjálfun. Og ég held að sé ekkert eitthvað ólíkt milli kynja. Og þetta er eitthvað sem að því ég var nú alveg í 16 ári röð með 4. flokk kvenna
og lagði rosalega mikla áherslu á markmiðasetningu og þessa innri vinnu og enda var ég yfirleitt með lið sem skiluðu titlum og árangri af því að það eru kannski ekkert alltaf bestar en það eru liðsheildin og traustið og það að þekkja sjálfan sig skiptir bara svo rosalega miklu máli. Byggja upp jákvætt hugafar, það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli í fótbolta og samkvæmt þessari kenningu jákvæðar tilfinningar þá hefur jákvætt hugafar góð áhrif til að draga úr streitu, álagi og góð áhrif til sköpunar. Og þarna viljum við líka meina þó að þetta skiptir rosalega miklu máli í yngri flokkum þegar við erum að byggja upp unga leikmenn en ekki síður í meistaraflokki þar sem að álagið og streitan miklu meiri. Þá gleymast oft þessi þættir af því að pressan svo mikið milli leikja það má ekki tapa neinu og þá fer allt á endan og þið viti hvernig þetta þau sem hafa verið í þessum efstu þrepum. Hugafar vaxtar, trúin á leikmenn geti þróa hæfileika sín og hæfni með vinnusemi, góðum aðferðum og hjálpa öðrum. Og svo í lokin þá lögðum við áherslu á jákvæða menningu. Góð og uppbyggileg menning, grunnur af velíðan, ánægju, helgun og betri frammistöðu. Og þetta náttúrulega efni vonast ég svolítið mikið til með að við tökum inn á, ég þarf að blikka Arnar og Dag með það, inn á gráðunar okkar, af því við þurfum að fara að horfa meira á þetta. All right. Hvað þú? Á ég að taka þennan. Og þetta, hvort að meðvitund styrkleikana auki jákvæða menninguna algjörlega og það voru fínt að bera sig bara saman við ísjakan. Við sýnum eitthvað ákveðið og það svona bara, þú veist, ég sýni mig bara á þess að vera eitthvað að deila með einhverjum innstu leyndarmálum mínum en ég gerð úr einhverju líka, veist, ég alin upp einhverju gildi veist, og ég á alveg einhverja styrkleika en ég veit ekkert kannski endilega hverju þeir eru og svo spila persónuleiki náttúrulega bara mjög mikið þarna inn í og svo veist, það sem svona breytilegt, hversu mikið við sýnum að það bara veist, hversu krumpu við verðum og viðbröðun okkar verða við áreiti og það það sem við höfum alltaf þetta val milli áreitis og viðbröðs, hvernig við ætlum að tækla þetta, veist, ég að spila móti einhverjum ógeðslega leiðilegum sem alltaf að röfla eitthvað í mér, veist, hvernig ætla ég að tækla hann, ætla ég bara sparka niður eða bara teflonhúða mig fyrir því. Þannig að því betur sem við þekkjum okkur og styrkleikan okkar og þetta, veist, að ef ég veit að einhver pirrar mig alltaf með einhver ákveðnu, þá það bara minn styrkleiki að vita af því og ég ætla bara að verja mig gagnvart því. Og þetta bara að sjá fólk og menn uppgöta styrkleikana sín og setja nafn á þá. Veist, við vitum öll, við erum öll góð í svo mörgu. Þannig að ég held að þetta sé, og því meira sem við fáum iðkendurnar okkar og leikmennina hjá okkur til þess að sýna meira af þessum ísjaka, því betri verður liðsheildin og menningin okkar. Þetta mynd af KH-kvenna, því sáluga. En við ætlum ekki að taka það á okkur. Nei. En hvað segirðu? Nei, þetta í Val. Þetta Valur. Já, en styrkleikarnir okkar, en kjarnastyrkleikarnir, þeir eru rótin og þeir eru bara, við sjáum ofta fólki, þeir eru skýrir og ábyrjandi og einkennandi fyrir þá sem að bera þá. Þú sérð alveg á sumum þessi bara gangandi sjálfstraust, það bara sést á sömu fólki. En svo eru þessir styrkleikar sem kannski fer minna fyrir og okkur langar að stækka og það það sem að vinnan okkar gengur svolítið út á að festa fingur á það sem við viljum gera meira af og auðvitað það bara æfing eins og allt annað í íþróttunum. Svo þessi lærða hegðun og það sem að umhverfisþættir og það sem að gera okkur líka svolítið af því sem við erum og það eru svona ytri verðlaun og dæmi svona ytri verðlaun eru til dæmis bara okkur gengur bara sjúklega vel liðinu og þá lærum við bara þessa sigurhefð og þá eykur það alla þessa jákvæðu og góðu styrkleika sem við höfum. Þannig að auðvitað viljum við öll vinna og við sem höfum verið í íþróttum, við vitum bara hvað það gerir fyrir okkur. Þótt við þurfum að kunna hitt líka.
hvað eru styrkleikar? Þeir eru eitthvað sem við erum góði að gera og okkur langar að nota það því við finnum bara hvernig það gefur okkur orku og hvernig við vöxum þegar við erum réttu megin. Auðvitað lendum við öll niður fyrir línuna á einhverjum tímapunktum, maður er markmaður og maður fær á sig eitthvað umlegt mark eða eitthvað, það byrja allir að tæta sig niður en bara því betur sem við þekkjum okkur og öruggar erum með okkur, því auðveldara er að virkja það sem við virkilega búum yfir. Vilt þú? Já, styrkleikar eru byggðir á grunni hæfileika. Við vorum svo heppin að þegar við fórum á stað þá ákvaðum við vildum hafa einn meistaraflokk karla til að vinna með og svo annan kvenna. Því miður eins og áður sagði þá var KH lagt niður, það var ekki út af styrkleikavinnunni. Það var út af ákvörðunum innan herbúða míns félags sem er algjörlega hægt að deilum. Styrkleika verða til með reglulegri notkun og það færir okkur aukna orku. Og við finnum það alveg við sem að þjálfum börn. Að þegar við förum að fókusera á eitthvað svona jákvætt að þá vaksa þau og dafna og það er ekki síður með að sjálfsögðu meistaraflokksleikmenn. Með aukinni notkun batnar frammistaðan enn frekar og til verður þessi hringrás. Þessir hæfileikar orka og notkun renna saman í eitt. Við byrjuðum á þessum 5 leikmönnum, setjast með þeim, Birna lærði markþjálfi, þannig að hún tók með þeim vinnuna út frá styrkleikakortunum sem við bjöggum til. Kannski bæti inn að mér datt Maggi strax í hug. Við Maggi höfum oft eldað grátt-silfur saman meðan ég var formaður Aftureldingar og ég vissi það að ég væri á rangri leið, þá fengi ég alveg pottþétt gagnrýnina frá honum. Þannig að það er svo gaman að vinna einhverju þar sem maður veit að maður fær heiðarlegt feedback. Og hann úthlutaði okkur þessum frábæru leikmönnum sem að bara hrósti þeirra. Þeir voru svo frábærir í þáttökunni. Já, Axel ætlar aðeins að fá að segja ykkur, aðeins að fá að nota hann sem sýnidæmi á eftir. Já, við fórum sérst á Laugavatn til KH og vorum með styrkleika vinnustofu. Þar sem við fórum meira með stelpunum í að vera með liðsheildina og styrkleikana allar saman og meðan við fórum meira einn á strákana. Bara til þess að hafa ólíkar aðferðir og sjá hverju því myndi skila. KH til dæmis bara tapaðist leik á móti liði 6-0, 8 fór svo á Laugavatn þar sem eru orðinlega saman í 3 daga og við með styrkleika vinnustofu spiluðu aftur við sama lið og unnu 2-1. Mjög miklar vendingar í en ofboðslega gaman að heyra hvað þær upplifðu og voru farnar að skilja sig mikið betra og líka bara þetta að fá styrkleikana frá öðrum í liðinu. Þú ert góð í þessu, þú ert góð í þessu, þú ert góð í þessu og það myndaði svo mikið traust og mikla vináttu. Já, við sköpuðum umræður, settum þetta skemmtilega upp þannig að þetta varð rosalega skemmtileg vinna. Við buðum líka leikmönnum að svara styrkleikakorti spurningalisti á netinu, þessum styrkleikapróf og það kortleggur mann náttúrulega líka miklu betur og það er bara ókeypis og rosa gott fyrir þessa eldri að kíkja vel á það og svo buðum við líka þjálfurum að hvort að þeir vildu, af því að við vitum það að við erum náttúrulega höfuðið á liðanum þjálfararnir, við stýrum þessu öllu. Þetta eru styrkleika vinnukortin sem að við bjöggum til, þau líta sem sagt svona út og aftan á svona, þetta má bara ganga á því með skoða þetta. Hver og einn vann sitt kort og ég á til dæmis dömu sem gerði svona og hún er með upp á vegg hjá sér. Henni fannst rosa gaman að fá frá liðinu hverjir hennar styrkleikar voru og hún setti sér markmið og sagði svo hver er þá möguleg niðurstaða eftir ákveðin tíma. Hún gaf sér einkunn, valdi sér styrkleika sem hún gaf sér einkunn og svo hvert hún vill vera komin eftir ákveðin tíma. Þannig að, og svo hér aftan á erum við að kortleggja ennþá meira. Styrkleiki, ofnotkun styrkleika, ef maður ofnotar hann, hvað gerist þá? Þá kemur upp eitthvað skuggahlið. Þannig að vöxtur og svo nýting fyrir liðið. Þannig að þetta er rosa gaman fyrir þau að vinna svona einn og eiga svo þessa vinnu sjálf. Og ég nota þetta líka í markþjálfarsamtalinu því að þeir sem hafa farið til markþjálfa þá þetta eru bara samtöl og ekkert eitthvað hlutverk markþjálfans að
geyma einhverja spjaldskrá yfir hvað fólk að glíma við. Allavega mín reynsla, ég hef unnið meira kannski með stjórnendaþjálfun bara út í atvinnulífinu. Það verður eitthvað svona áþreifanlegra. Þá tökum við samtalið og í samtalinu drögum við upp styrkleikana hjá þeim og setja sér markmið áfram. Og þeir mæta allavega trillandi mjög oft með kortið áfram, þannig að aðeins að pota í það, aðeins að bæta við, aðeins að uppfæra markmiðin og svona. Og ég held að ég allavega þannig, mér finnst rosa gott að hafa eitthvað í höndunum. Ályktun okkar svo að við teljum að með því að gera leikmenn meðvitar styrkleikana og liðsins þá aukið að velja hann íþróttum, skapi jákvæða menningu og bæti árangur á vellinum. Og það bara rannsóknir sem styðja það líka að þeir sem þekkja styrkleika sína, þeir eru 6 sinnum líklegri til þess að bara njóta velgengni í lífinu, hvort sem það í vinnunni eða íþróttum eða hvar sem er. Mikilvægt fyrir leikmenn að þekkja sína styrkleika og kunna nota það á markvissan hátt og líka fyrir þjálfarann að þekkja styrkleika liðsmannanna sinna, af því að fótboltaliði náttúrulega gengur út á það að við séum ekki öll eins. Þannig að við séum líka, þú kannski með 2 miðverði en þeir eru samt ólíkar týpur, þeir eru með misjafna styrkleika, hvort sem er í fótboltanum eða í huganum. Þannig að ég held að því ólíkara liði þannig, auðvitað fyrir utan getu, sem raðar saman, því meiri dýnamík færði í hópinn. Og þetta eru myndir frá Sossa náttúrulega algjöru leikja, sérfræðingur, við létum þær dansa og við sögðum þeim náttúrulega afturheldingastrákarnir hefðu tekið sama dans og svona og þeim fannst það náttúrulega hefðu verið mjög spenntar að sjá það vídeó sko, en við hefum náttúrulega átt að koma með vídeói. Og þetta bara hristir liðin saman, það bara, margir hafa og ég sjálf oft fordóma fyrir einhverjum svona hallarslegum leikjum en það bara það fær fólk aðeins til að slaka og hafa húmor fyrir sjálfum sér. Þannig að húmor sá styrkleiki sem að flestir vilja stækka, held ég. Eins og Sossa sagði að þá hittum við stelpurnar, eða þær spiluðu þarna við Selfoss á 15. og töpuðu bara stórt og þær unnu sama lið þarna deginum eftir. Þannig að maður sá þær alveg, þær voru ekkert rosalega peppaðar, hafðu reynda að fengið eitthvað fisk í matinn og voru svona passlega spenntar fyrir kvöldinu en þær fóru allar hlæjandi, þær allir voru búin að læsa út af herbergjunum og það var mjög gaman hjá þeim. Tilvitnanir í þær, gaman að kynnast mér og finna nafn á styrkleika minn og það var þetta eins og Sossa bent á, við erum með líka svona spjöld sem eru með myndum af styrkleikum. Bara það að renna þeim á borðið og ég ætla að sýna þér þennan styrkleika því ég held að þú hafir hann og segja af hverju. Og þá bara, sérðu mig svona? Ég hefði haldið að myndi giska á eitthvað annað. Þetta líka gefur, ef maður þarf eitthvað svona brjóta upp í hópum, þá gefur það rosalega svona skemmtilega dýnamík. Og það voru alveg marga sem táruðust og alls konar og ég heyrði líka að sumar voru notað tækifæri til þess að koma með svona góða gagnrýni, svona uppbyggilega, sem að oft kannski vantar svona plattform fyrir. Má ég koma eina spurning? Já. Tjekkuðu þið á eitthvað á liðunni, Selfossliðinu, byrjanliðinu? Liðin voru eins. Flestu, já, ekki alveg. Já. Já, nánast. Já. Það var ein hjá okkur sem datt út og það voru einhverja 2 hjá þeim. Þannig að það var engin þannig breyting. Þetta var ekki lið 2. Já. Strákarnir þeir þurftu að koma í 2 skipti og þeir svöruðu svona kannski svona ítarlegri spurningalistum en það auðveldar að mæla á þann hátt. Þeir voru reynda mjög jákvæðir í einkunnagjöf fyrir en þeir fóru úr því að vera með 7,6 í 8,7 í hamingju. Það að þekkja styrkleika gerir mig að betri liðsmanni hækkaði líka töluvert og það að menningin verði jákvæðari. Þeir voru allir helt peppaður í að menningin verður upp á 10 ef allir þekkja styrkleika sína vel. Eftir fyrstu umferðina þá var æfingaleikur og 3 af þeim skoruðu. Þar á Axel og Aron Eli, varnarmenn sko. Þeir reyndar eiga það til að skora en staðreyndin er góð.
Tilvitnanir í þá líka, mjög gagnlegt og nauðsynlegt að byggja upp sjálfstraust, hrikalega mikilvægt, allir þurft að gera þetta meira markvisst. Og ég held að það sé nú fólk meira að gera sér grein fyrir að hausinn eins og einhver sagði hérna hróskynslóðin, hún þarf kannski að horfa orðið meira inn á við. Já, auðvitað var þetta kannski ekkit einhver fræðileg rannsókn til margra ára en við sáum strax það að þetta eitthvað sem við getum haft gríðarlega áhrif á alveg frá neðstu flokkum og upp í meistaraflokka. Okkur fannst mjög ánægjulegt að sjá niðurstöðuna sýndu það sem okkur grunaði að styrkleikar, að þekkja styrkleika sína og vinna með á markvisst, það bætir jákvæða menningu. Og jákvæða menningu og góð úrslit í íþróttum náttúrulega smita út í nærumhverfi og það náttúrulega Afturelding gott dæmi það og líka á neikvæðan hátt til dæmis mitt félag í dag þar sem að gengur ekkert allt of vel og allir eru til í að rífa allt niður í staðinn fyrir að þegar þeir tala að fara að byggja upp og fara tilbaka og verða að þola það að úrslitin séu ekki góð í einhvern ákveðin tíma að það séu þá ekki einhverja neikvæða þessar raddir sem hafa áhrif af því að við viljum bara titla og ekkert nema titla eins og það séu það sem eina skipti máli. Leikmenn Aftureldingar ætla að vera áfram. Ég held að þú sett komið 9, ekki núna? 8. 8 þannig að og það er svo gaman bara að sjá einstaklingin stækka og fatta með sjálfum sér. Af því að það búa allir yfir þessum frábæru hæfileikum, svo bara púsla þessu öllu saman og láta allt smella á réttum tíma. Ég held að sóknarfærin í þessu séu rosalega mikil. Við getum til dæmis nýtt okkur þetta í yngri landsliðum, þar sem að leikmenn þekkjast ekkert allt og vel, hafa eina vinnustofu áður en þau fara út til þess að þjappa hópnum saman og til þess að þekka styrkleika. Þetta eru kannski 10 lið sem koma saman og í staðinn fyrir að eyða ferðinni í að kynnast og þekka styrkleika hvers annars, að þá hægt að nýta það strax og kortleggja liðið strax. Svona náttúrulega myndum við vilja sjá eldri flokka, sérstaklega 11 manna flokka, gera bara hver með sínu liði að hausti til þess að vera búin að hafa veturinn í að kortleggja og ég menn ef þetta eru styrkleikanir, hvar þá veikleikanir og hvar getum við byggt upp meira. Og við náttúrulega með þessu verkefni okkar stefnum við náttúrulega á það að gera meira úr þessu og að því að við sjáum strax hvað þetta hefur góð áhrif. Og vonumst náttúrulega til þess að fleiri hoppi á vagnin með okkur. Við erum sem sagt núna stödd í KSÍ þessum blessaða súpufundi. Þetta er vinnustofa hjá Hvan og þarna var gaman að segja frá því að ein stelpan fer heim og við vorum svona eftir 10 til 12 ára vinnustofuna vorum við svona alveg bara næstum því gerum þetta aldrei aftur. Okkur vorum 18 krakka, við vorum sko svo sveittar. Og Sossa samt kennari sko þannig að. Já, og þú veist, búin að þjálfa lengi og við vorum bara, okkur fannst að kannski þetta vera full erfitt fyrir þannan aldur. En svo kom í ljós að við fengum skilaboð frá foreldrum sem að sýndi okkur það að þetta fór meira á dýptina. Við heldum þetta væri svo grunnt hjá þeim að því að þau byrjuðu strax bara, já, ég er rosa góð í fótbolta, ég er rosa góð í handbolta, og vel já, við viljum fara dýpra. Komið með öðruvísi og voru með styrkleikakortin okkar og bara og ein sko fór heim til sín, skellti í styrkleika mat, hún bara kom beint heim í mat heima hjá sér og þau sátu systkinin og mamma og pappi. Og það var farin hringur, þú veist, ég með þessa styrkleika, þið öll að gefa mér eitthvað styrkleika. Og svo genguðu hringin á fjölskylduna og hún talaði sköpunargáfu og fór í eitthvað sem að kannski 12 ára börn þá var hún bara orðin svo meðvituð það hvað var hennar styrkleikar. Og svo fékk hún alltaf fullt frá mömmu sinni og pappa og þeim sem þekkja hana hvað best. Þannig að hún ennþá, þau fengu svona litla bók, þessa appelsínugulu og átt að skrifa, halda svona styrkleika dagbók. Þannig að mín ennþá á fullu að skrifa í sína og hún segir alltaf því ég keyri hana í leik, hún er í 5. flokki, þá segi ég alltaf hvað styrkleika ætlar að nota í dag. Og hún er mjög meðvituð sína styrkleika. Ég ætla að skjóta fast, ég ætla að lesa varnarleikinn mjög vel, og þá er hún alltaf að endurtaka aftur og aftur og segja við sjálfan sig alla styrkleikana aftur og aftur og aftur og aftur. Þannig að við komum til með að halda áfram með að vera hjá Hvan
Og svo Háskólinn í Reykjavík búinn að biðja okkur að koma inn í opna háskólan með stjórnenda þjálfun þar. Þannig þið sjáu að það víða hægt að nota þetta ekki bara í íþróttum og KSÍ. Við okkur vorum spennt fyrir því að fá fyrirmyndir til þess að ég hafði samband bæði við Arnar og Betu og þau svöruðu spurningum út frá styrkleikum sem voru mjög áhugaverðar. Við gátum reyndar ekki haft öll svörin af því að það voru mjög ítarleg svör en þegar maður les þeirra svör, við senduðum 5 spurningar, að þá sér maður bara af hverju þau eru búin að ná þessum árangri sem þau eru búin að ná. Og við þyrftum einhvern tímann að prenta eða gefa út bara þeirra svör í heildina af því að þau eru náttúrulega bæði alveg gríðarlega fær og góðir þjálfarar. Og þarna verið að tala hann segir, þekkir þína styrkleika vel og hann segir já, betur og betur með hverju árinu sem líður. Maður lærir inn á sig og lærir að treysta öðru fólki. Ábyrgð þjálfarans mikil og hann talar hvað mikilvægt og hann hafi lært það með árunum að deila verkefnum. Að vera ekki alltaf að sitja á sínu. Þá fyrst hefur maður tíma til að hugsa og í öðru lagi fær maður svona buy-in frá staffinu. Þú veist, allir að róa í sömu átt, allir fá ábyrgð og dreifa og deila. Hvernig nýtast styrkleikaðinir í starfi sem þjálfari og hann segir að hans helsti styrkleiki sé að sjá heildarmyndina, kominni frá mér á skiljanlegan hátt til starfsfólks og leikmanna. Og hvað einkenni góðum fyrirliða, góðu fyrirlið breiðir út fagnaðarefni frá þjálfara. Hann þarf að vera lojal gagnvart sínum þjálfara, sína fordæmi innan sem utanvallar og fórna sér fyrir liðsheildina og málstæðin. Þannig að, Og það kannski gaman með fyrirliðan af því að það svöruðu allir þessari spurningu líka sem komið þjálfum til okkar, líka liðið. Og það væri kannski gaman að sjá KSÍ gefa út einhver svona viðmið eins og við erum að setja fyrirliðaband á unga krakka. Af hverju ég fyrirliði? Það að því að ég skemmtilegust eða ég vinsælust eða hvað það? Þannig að sé eitthvað svona og líka hversu ung mega þau bera þessa ábyrgð. Mér finnst þetta mjög áhugaverð umræða til ég að taka hana hvernig sem Algjörlega. Og við vitum að skiptir okkur þjálfara gríðarlega miklu máli að hafa góðan fyrirliða. Þetta Beta. Hvað mikilvægt fyrir góða menningu í liði? Og hún talar góð menning í liði getur unnið allt. Menning eitthvað sem að liðið skapar og nærir. Byggja upp umhverfi með jákvæðu hugafari þar sem að leikmenn og þjálfarar styðja hvert annað með umhyggju og vilja í garð hvers annars. Ég trúi að góð menning skapist með því að sýna bjartsýni og lifa í lausnum og eyða öllum óþarfa ágreiningum. Sem leikmaður í 20 ár hjá Val þá held ég að við gætum leyst ansi mörg verkefni sem að maður eyðir oft óþarfa tíma í kvennabolta til þess að leysa og svona óþarfa ágreiningur sem yfirleitt ekki neitt og oft bara eitthvað misskilningur eða eitthvað verið að lesa í líkamstjáningu eða eitthvað sem gerðist var sagt á æfingu sem skiptir ekki öllu máli. Mikilvægt að hafa skýr gildi og sjá til þess að þeim sé fylgt eftir alla daga. Og svo segir hún hvað einkenni lið sem ná árangri. Hámars árangur fyrir mér tengt tilfinningu, að líða vel og geta notið þess að spila leikinn. Ég hef svolítið gott samband við yngri leikmenn Vals, margir sem leita til mín þó þeir séu komnir erlendis að spila og það var einn leikmaður núna sem sendi á mig Sossa, hvað finnst þér liðið okkar? Eðlilega, búið að ganga mjög illa og ég segi, mér finnst mest áberandi hvað ykkur finnst leiðilegt að spila. Það vantar liðsheildina og ykkur finnst gaman. Ég sagði, það eiginlega, ég veit alveg að það gæði í þessu liði. Það ekkert spurning. En það bara einhvern veginn, örin ekki allar í sömu átt, heldur bara, það allt í sikkur áttina. Og þetta vitum við sem erum búin að þjálfa, maður þarf alltaf að gefa nýjum þjálfara tíma, tekur tíma að þekkja liðið og aðlagast og allt þetta og ná í nýjum áherslum. En þetta fannst mér það sem var hvað mest áberandi.
að þeim líður bara ekkert vel inn á vellinum af því að það er óþarf að pressa á ungt lið til þess að fylgja eftir titlum margra ára þar á eftir. Lið sem elskar að hittast alla daga, deila sigurum, ósigurum, gleði, sorgum og hjálpa staði að ná því besta úr hver öðrum. Sýna samheldni og stuðning og geta glaðst yfir framistöðu annara í liðinu. Hún talaði mitt þarna sérstaklega að ef ég er á bekknum, að ég geti samt haldið andliti og glaðst með þeim sem byrja og bara að ekki að vera að sýna þá einhverja svipi og leiðindi og búa til einhvern músagang. Allt hefur þetta áhrif á hvernig liðinu líður og hvernig líður á leikdag. Og þá er líka aukna líkur að geta spilað með flow, þessu flæði tilfinningu. Það sem þú elskar að vera partur af þessu lið og ég held að þetta sé kannski eitt af því sterkasta hjá Betu. Hún er rosalega góð í að búa til góða stemmingu og mikla liðsild. Já, líka bara þetta að geta samglast. Þú veist, ef ég er í liði og þú ert valin í landslýshóp en ég ekki, að ég sé ekki að láta að bitna á þér, heldur frekar hvað get ég gert, að við búum til þannig menningu í yngri flokkunum að samgleðast hver öðrum. Geggjaði fyrirliði, Aron Elí, við erum með varafyrirliðan hérna líka, en þetta er tilvitnun í Ólaf Jóhann og mér finnst þetta bara lýsa þessu svo ótrúlega vel, hvað þarf að vera til staðar. Þú sért með, bara eins og ég segi allavega mjög oft, treystu innsæðinu þínu. Þú ert kannski búin að spila fótbolta í 20-30 ár og veist alveg hvað þú átt að gera næst. Þannig að trúa á sjálfan þig. Mér finnst þetta geggjumynd og við sögðum einmitt á kynningun okkar út í háskóla við Pítursson og Seligmann sem fundu upp jákvæða sálfræðina, innleita hana. Ég held að hljóta hafa verið knattspyrnuþjálfarar með hvernig þeir lýsa þessu. Að leiðtogafærnin felur í sér vitsmunarlega eiginleika og skapgerð til að hafa áhrif og hjálpa öðrum, leiðbeina og hvetja til athafna. Að því, ég finn allavega eins og í Mosó þegar það gengur vel eins og núna í fótboltanum og oft hefur verið í handboltanum. Þetta er bara, þetta lyfti bæjarfélaginu upp mörg númer. Maður fer í búðina og maður kemst ekki í gegn, það er allir alveg bara sástu leikinn, sástu þetta. Þannig að þetta hefur svo ótrúlega, bara eins og landsliðin, þegar það gengur vel, þá er þetta fólki okkar. Þannig að, en Axel, vilt þú segja þína upplifun? Endilega. Axel var svo frábær að vera fórnalamb hjá okkur. Og eins og þið sjáu, hann fórnaði sér alla leið. Hérna? Þið liggur nú hátt rómur. Já, ég þyrfti þetta nú ekki. Jú. Svona? Nei, já, þetta var nú ekki langt hjá mér, en ég vildi bara aðeins segja frá minni upplifun. Hvernig þetta er búið að vera. Ég er búinn að taka einhverja 10 tíma með þér, myndi ég halda. Og ég er nú marga fjöruna sopið í fótboltanum. Spilað fyrir mörg lið, einhver 9 lið og verið út alla Evrópu. Og ég myndi segja svona á mínum 15 ára ferli eða hvað sem hann er langur þá svona væri hjá mjög mörgum liðum og í mörgum löndum ábótavant að hugsa líðan hjá leikmönnum. Ég brenni fyrir bara sálfræði og einhvern veginn að sjá hvernig fótboltamönnum líður út af því þetta er einhvern veginn mjög mikilvægt fyrir okkur og ég myndi segja eftir þessa tíma sem ég hef verið í, ég er búinn að búa til svona kort með Birnu og maður gleymir oft einhvern veginn að pinpointa svona styrkleikana sína. Maður gleymir oft hvernig, ég er oft búinn að vera bara í einhverju tunnel vision og halda áfram með fótboltann og einhvern veginn gleyma í hverju ég er góður, hvar liggja mínir styrkleikar og þess háttar. Þannig að þetta er búið að vera bara æðisleg upplifun að mínum mati hingað til og það sem ég elska við þetta er að ég hef farið til mjög margra sálfræðinga gegnum ferilinn og bara allt hjálpar og það sem ég elska við þetta er að þetta er jákvæð sálfræði. Við erum dálítið að það er ekki verið að kryfja kannski alltaf öll vandamálin, það er meira verið að vinna með hvað getum við gert, hverju getum við bætt úr einhvern veginn
stöðunni sem við erum í. Þannig að eins og ég myndi segja kannski fyrir þetta tímabil, ég fer frá KR til Aftureldingar og síðasta tímabil var mjög strembið og erfitt andlega fyrir mig, þótt að ég hafi kannski ekki, ég er sterkur karakter og ég er með stórt ör í andlitinu og stór strákur, en ég er mjög, ég er bánsað innan sko, og við bræðurnir, myndi ég segja. Við erum mjög opnir og elskum að tala við fólk, en inn á vellinum eru við eins og við erum, bara klikkaðir, myndi ég segja. Þannig að þetta er bara, já, svo mikilvægt einhvern veginn að vinna í þessum háttum, finnst mér. Og eins og ég segi, Ísland, það kom mér á óvart hvað margt er gott eftir að hafa spilað erlendis í mörg ár og koma heim, og það er svo gaman að sjá hvað margt er gott á Íslandi. Mér finnst þetta að vera, allt er að bætast svo hrikalega hratt, finnst mér. Bara íslensk knattspyrna og þjálfun og allt. Yngri flokkar, mér finnst allt vera á mjög flottum stað, en mér finnst þetta vera svo mikilvægt og þessi jákvæða sálfræði getur hjálpað svo mörgum leikmönnum á öllum levelum og líka bara krökkum, köllum, landsliðum. Ég hef nú spilað líka fyrir yngri landsliði og á 2 A-landsleiki, eins og þið sögðu áðan, að hópast saman kannski og hittast, og það er nú ekki oft sem leikmenn hittast, það er yfirleitt bara í verkefninum. Þannig að ég sé ótrúlega tækifæri með þeim í að vinna þetta upp, og já, ég er mjög jákvæður. Takk fyrir mig. Já, mér langar aðeins að fá bæta við þetta hjá Axeli, því að ég á strák sem fór í gegnum öll landsliðin hérna og einhverja 50 unglingalandsleiki að baki. Og hann er í stórum hópi drengja sem hafa farið ungir út, komið svo heim að fá ekki framlengingu, en það tekur einhvern veginn ekkert við þeim. Þannig að þeir langflestir af þessum vinum hans Sindra míns er ekki að spila fótbolta í dag. Minn er ekki að spila fótbolta í dag og hætti 24 ára. Þannig að þú veist, þarna er til dæmis sóknarfæri að halda vel utan stráka sem fara ungir út. Ég myndi ekki mæla með því svona ungt í dag, eftir að vera búin að fara í gegnum þessa reynslu sjálfur. En þeir koma margir brotnir tilbaka, voru með svaka framtíðarsýn og svo koma þeir með brotna drauma, og þá eru liðin ekki að taka á móti. Því miður, alls ekki nógu vel. Þannig að ég held að við gömlu hárþurrkurnar sem ég var alin upp við sem þjálfara, sem að tóku bara hárþurrkuna ef eitthvað klikkaði, það er bara svo kynslóði löngu farin. Og nú er bara svona uppbyggileg jákvæð gagnrýni sem að við viljum sjá mikið meira af, og ég held að þjálfarar í dag almennt séu miklu betri í þessu, en við getum orðið betri. Ég vona að þið séu sammála okkur. Eru þið með eitthvað spurningar? Með spurningu? Já. En ef ég byrjum hérna að aliskrakkar séu svona leiðilega hópun í skólum eitthvað sliðis, hvernig getum við unnið með þennan hóp, með jákvæða sálfræði? Er það að vinna bara með þann hóp eða heildina? Hvernig myndum við gera það? Sko, ég myndi vinna með heildina. Og ég held að við þjálfarar yngri flokka séum allt og fljóta að festa A, B, C, D-liðin og höggum ekki mikið á milli. Það verður miklu meira flæði. Þú átt ekki bara að vera komin í A-lið í 7. flokki og svo bara ertu alltaf þar. Þá búum við til svona svolítið forréttindahóp. Þannig að við getum gert það með því og líka með þeim jákvæðri vinnu jákvæða leiðtoga. Hvernig leikmenn viljum við hafa og þegar við sjáum neikvæðu leiðtogana sem koma oft í þessum A-liðshópum, að þá taka það og setja það niður. En við þurfum líka kannski bara að æfa okkur líka í að leiðbeina þeim. Og líka krakkar sem eru valdir í hæfileikamótun og yngri landslið og auðvitað er þetta að samkleiðast hinum, það er ekki alltaf til staðar hjá öllum, en að við hjálpum þeim líka tilbaka. Þau koma kannski hérna á einhverja æfingar, svo fara þau aftur út í félögin, þá er einhverju afbrýðisemi og öfund sem allar, þannig að við séum líka byggja liðin þannig upp og klappa fyrir þeim, bara geggja hjá þér, þú fyrst að fara þess að 2 æfingar, nú ertu komin til okkar aftur, hvernig ætlum við að vinna með það? Þannig að þau bara ofmætnist ekki og brotlendi svo. Þannig að þar held ég við þurfum að því að þessi krakkar, það er svo auðvelt að breyta þeim úr neikvæðum í jákvæða leiðtoga ef við bara, en það þarf að hjálpa þeim.
Og kannski þarf að byrja á foreldrunum, ég veit það ekki. Þeir eru kannski Foreldrarnir X-faktorinn sem er erfiður. stór faktor í þessu. Já. Ég segi alltaf að 95% foreldrar séu frábæri, 5% eru mjög krefandi. En þessu bæta líka því ég er búin að þjálfa annan og niður. Þegar að leikmenn eru farin að fara á meistaraflokksæfingar, þá gerist líka eitthvað. Ég veit ekki hvort þið sé líka svona strákamegin en allavega stelpumegin. Leikmenn ofmetnast oft mjög mikið og við þurfum að vinna í því að halda þeim svolítið meira á jörðin og þá kemur þessi andlega vinna sem skipt svo miklu máli af því þau, sko, það bara breytist oft. Það er bara að stíga inn á það að fara að vera komnar í meistaraflokkshóp og þá bara hverfa þær frá vinahópnum sínum og bara eru yfir í aðra háðar, skilju. Þú veist, bara hérna horfa niður og þá er það bara því þetta er vitlaust gert. Og þetta skapar rosalega móral í öðrum og þriðja flokki. Kemur svona ójafnvægi. Og kemur mikið ójafnvægi. Ég kom mér á óvart, þessi fyrirlestur, ég verði að viðurkenna það. Ég myndi ganga meira svona út á hrós og svona eins og ég stundum kalla hróskynslaun. Já. Ég lendi í kannski að fórst segja til leikmönnum, þeir tóku þessi persónulega gagnrýni. Þú veist, þeir voru ekki sammála mér. Þeir áttu ekki að ég sem er liðið, sko. Ég get ekki verið eftir því. Þá þurfum við að ræða saman. Og svo hérna annar, ég var ræðið við Óla Kristján daginn sem er núna top of the league og hann sagði sko við mig, hann vantar svona meiri auðmýkt í stelpunar í fótbolta. En þær viti hvað það eru. Þær halda margar að þeir séu mikið ofar heldur en það er. Auðmýkt er styrkleiki sem þú getur æft. Já. Já, algjörlega. Ég fyrir sérfræðingar í þessu. En svo er náttúrulega annað sko, og sko mér óvart. Þegar bara maður kemur inn á okkur en ekki látið fá boltar strax. Það er talað að menn fái endorfinsbúst bara við að hlaupa og taka því fyrst á samlinga sko. Þeir eru konið með í leikinn sko. Já. En þetta er á endanum bara þessi innri vinna sem skiptir svo miklu máli. Að við séum einmitt hvernig við leggjum upp hrósin, erum við að hrósa öllum. Ég til dæmis bara mín í 5. flokki sem er með yndislegan þjálfara sem heitir Teddy, sem ég veit að flesti þekkja hérna, ógeðslega jákvæður og skemmtilegur. En mín kemur heim daginn og segir, hann hrósar mér aldrei. Og þá fór ég að hugsa, það getur ekki verið, sko. En þá bara heyrir hún, og hún býður náttúrulega eftir sínu. En svo náttúrulega þegar þú ert með stóra hópa, þá getur ekki alltaf hrósa öllum. En maður verður svolítið að passa það að það fari jafnt yfir, allir fá einhvern tíma. Maður klukki alla. Þetta er stelpu menning, þetta er rosalega stelpu menning. En svo er samt svo mikilvægt að sé innistæða fyrir þessu hrósi. Já, þetta má ekki vera bara eitthvað. Það sé ekki alltaf bara... En ég held samt að sé svolítið vanmeti og ég veit að eftir að Birna er búin að vera að tala við strákana að þessi innri vinna skiptir líka rosalega miklu máli með strákan. Og ég bara, veist, þegar ég var þegar Sindri minn var í 3. og 4. flokki, þá var ég með 3. og 4. kvenna í Val. Og hann var alltaf að segja við mig, þið eru alltaf að gera eitthvað félagslegt, einhverja vinnu, einhverja svona markmiðasetningu og þetta og hitt og við vorum að gera fjöll og teikna okkur og eitthvað svona. Og hann sagði, við gerum aldrei neitt af þessu. Og ég tók alveg eftir því, það var aldrei neinn svona vinna. Og ég held að þá hefði við getað ítt þeim líka ofar upp, strákunum, ef við myndum gefa okkur tíma í ekki bara leikfræðina og þolið og þú veist, þetta sem við vitum að skipti máli þjálfræðilega, heldur þetta andlega, hausinn. Ég held líka að þetta sé alveg miskilningur að stelpurnar það sem er á svona eins og þau tóku alltaf sliði fyrir að hópavinna og stelpur og svo einstaklingsvinna hjá strákum. Ég held að sé alveg jafn mikilvægt, bæði stráka og stelpur og kalla á konu megin, að þeir læri að vinna saman í svona hóp utan vallar til þess að byggja hvort annan upp, til þess að fá sjálfur líka. Algjörlega. Þeir þurfa alveg þetta hópa unit líka, sko. Já, alveg pottþétt. En svo líka mikilvægt að klukka svona þá leikmenn líka til þess að einmitt að dreifa svona góðum boðskap og spotta svona þar sem eitthvað má betur fara, eins og þeir eru klárlega búin að gera, strákarnir. Hvað segir þú aftast? Ég var bara að pæla því að nú tókuðu 2 mjög ólík lið. Þetta er meistaraflokkslið, karlamegin og svo er þetta rauninu, getur við sagt, venslalið Vals. Funduðu mun á, þegar við vorum að tala með stelpurnar, bara svo hátt að það eru teknar upp í meistaraflokk og svo eru margar stelpur þarna sem er á flakki. Funduðu mun á það var ólíkar viðtalsmeðferðir, funduðu mun á því samt sem áður því þeir eru kannski flestir fastir hjá sér. Nei, raunin ekki. Mér finnst þeir voru allavega allir rosalega tilbúnir í þessa vinnu.
Þú veist, og strax opnir og jákvæðir gagnvertinni. Stelpurnar voru það líka. Og það svona... Ég meira að tala sko sjálfstöðslega sér. Já. Þeir eru komnir inn. Já, ég skil, já. Já. Já, en jú, það var ekkert auðvelt að vera leikmaður KH, eða þú veist, og við vitum hvernig það er, þær upplifa svolítið að þær séu búnar að missa lestinni. Já, en það eru rosalega breytt getustig hjá þeim, þannig að það er kannski svona flóknari samsetning. Það eru ekki allar með sömu forsendur eins og meistaraflokksleikmenn hjá Aftureldingu. Þeir eru allir mættir þarna því að þeir eru bara að fara að vinna þessa deildskilur. Ég meina þær eru svona, sumar eru bara að ég vilja bara vera félagslega, þú veist, það eru ekki jafn markmiðadrifnar, en einstaklingarnir sannarlega tilbúnir að setja sér markmið og vinna með sig, þannig að... Já, og líka það sem við upplifum svolítið mikið var bara hvað þeim leið vel við að fá þetta hrós frá sínum, af því þær voru að vinna meir í hópum. Og ég held að það væri alveg gaman að prófa það með strákana, að taka hópina, því það er svo gott fyrir mig sem miðvörður að vita hvernig öllum líður í kringum mig. Þú veist, hvað finnst þér vera minn styrkleiki og hvað finnst mér vera ykkar hérna í kringum mig. Þú veist, að það sé meira samtal. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli, af því þetta er náttúrulega liðsíþrótt. Þetta er ekki einstaklingsíþrótt. Það er hérna, þið minnist á hérna með Alice, sérstaklega stráka, myndi ég halda. Já. Hvernig eru skólarnir að díla við þetta? Það er eitthvað í gangi, þetta hefur rauninni alltaf verið svona, þetta er ekki svona þessi allt í að koma. Nei, það er alveg rétt. Sko, ég kenni þetta starfsumhverfi þjálfarans á námskeiði, B-gráðunni. Sko, þeir sem hafa náð að leysa þetta, hafa farið í gott samstarf við þjálfaran. Þjálfarinn í nokkrum tilfellum, til dæmis ég hitti þjálfara Breiðabliks, ég hitt nokkra þjálfarahópa og þá er það bara þannig að hérna er hópur sem er mjög erfiður, til dæmis einn hópur sem ég vissi af í Garðabæ, þá kom þjálfarinn inn og leið og kom samstarf, hann kom bara í nokkra daga og settist inn í kennslustund og bara ég er að heyra því séu ekki að veist, og það er bara, fer ekkert saman með því að vera leiðtogi þá hætti þetta. Og eitt dæmi í Val til dæmis, það voru strákar í fjórðaflokki sem voru erfiðir við fjórðaflokks stelpurnar og ég talaði við þjálfaran og hann sagði bara við þá, ok, þeir sem haga sér svona og er að gera þetta sem þið er að gera, þeir eru ekki kandidatar og þeir æfa ekki upp fyrir sig. Og þetta hætti svona. Þannig að sko áhrifin og valdi sem við þjálfarar höfum er mjög mikið. Og við getum notað það jákvætt með. Og ég segi við alla skóla sem ég hitti, nú í þessu ári er ég búin að hitta 4.000 starfsmenn skóla út allt land. Og ég segi alltaf, gott samstarfi þjálfara liðana skiptir öllu máli. Saman hvort það er handbolti eða fótbolti eða karvan eða hvað það er. Bara fáið þjálfarana inn. Og ég veit kennara sem fór á fótboltaæfingar til þess að já, og bara Íris Eystein sem er að kenna með mér hún er aðstoðarskólastjóri og hún var með erfiðan hóp. Þannig að hún tók þjálfara hópsins í B-gráðinu, leiðbina, til þess að stíga inn í hópinn og þá allt í einu sáu það aðstoðarskólastjórinn í öðrum aðstæðum og bara respekti, hún sagði ég fann bara hvað það var, þú veist, og hegðunin bara breyttist og þetta samstarf skiptir rosalega miklu máli. En þarna vantar örugglega oft samstarfið af því að það er eitthvað sem bara nú tala ég sem fyrrverandi formaður félags. Það er eitthvað sem mallar í skólanum, það er eitthvað sem mallar í íþróttafélaginu, en íþróttafélagin fá aldrei upplýsingarnar frá skólanum. Kannski byrjar það þar eða öfugt. Þannig að það er ekki allir skólastjórar svona til í þetta, en þar... Er það ekki líka bara undirmönnun í félögunum sem við erum með yfirþjálfara hér? Jú. Já, algjörlega. Þeir geta ekki verið að eltast við alls staðar. Þetta væri það ákjósanlegt, en það verða fyrstulega þakka ykkur fyrir, þetta er vel gert. Við bara horfum á okkur hér hjá KSÍ, þá höfum við verið að taka þessi mála aðeins fastari tökum. Við erum með sálfræðing í vinnu hér sem er bæði með fræðslu fyrir okkar landsliðshópa, starfa núna sem sálfræðingur A-landsliðskvenna og er líka grípur inn í ef að þarf að halda í öðrum landsliðum, en við sjáum að þetta er að aukast. Þú nefndir dæmi þegar leikmenn sem fara ungir út, koma aftur heim, þurfa aðstoð, við getum gripið inn með einhverjum hætti. Þannig að þetta er alveg
þáttur sem að við erum að sjá að að verða stærri og stærri og það er ekki bara styrkur, kraftur og leikfræði og allt það, þetta er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt og þetta er eitthvað sem við erum að reyna að leggja áherslu á hjá okkur. Já, og svo líka vonandi þá félögin líka meðvituð að þetta er eitthvað sem að þarf mögulega að taka inn meira hjá félögum. Já, og líka bara við þetta að bæta að sko síðustu 15 ár sem ég hef þjálfað, það er rosalega munur á stelpunum hvað var að kvíða. Það er bara komin einhver ofsakvíði, framistöðu kvíði, það er komin einhver svona fullkomnunar áráttu, það er alls konar nýjar áskoranir í að þjálfa sem var ekkert endilega mikið af svona, hugsa 30 ára aftur í tíma. Nei, þessi orð voru ekki til. Nei. Framistöðu kvíði var ekki til. Nei, og núna er allir að drepast úr framistöðu kvíða og þær get ekki, ég var í úrslitum þriðja flokks fyrir nokkrum árum og það var leikmaður sem bara skipti máli, hún var góð. Hún gat ekki spilað úrslitaleikinn á móti Breiðablik af því að hún fekk bara ofsakvíða. Þetta tengist líka oft bara liðsfélögum að fá á sig þessa pressu og ef það er ekki að standa sig og gera ekki það sem að hinum liðinu finnist þá fá það kannski svolítið að heyra það eftir á. Það er alveg svolítið elgingar og algengar líka. Alveg sem maður er alveg stundur svolítið hrættur við að færa á milli A og B og C og svona því maður er bæði hrættur sá sem er fallið niður eða upp eða foreldra og annað. Já, en við þekkjum þetta í skólakerfinu líka sko. Það er þessi einhverjar verðbólga. Við erum fann að keyra allt upp í það að allir er að fá 9 og 10 í öllu og þú mátt einhvern veginn aldrei mistiga þig neins staðar því þá ertu bara lúser og þú fær bara 8 og 5. Þetta er bara komið út í svolítið mikið. Ég finnst þessi erfitt að vera unglingur í dag í þessum heimi. Það vilja allir fara í Vestló og það vilja allir vera í Íslandsmeistarahópnum. Svo er líka samfélagsreglum komin upp í annan og fleira og það snertir háskólan að mesta kjafta þetta segir hún gríðandi skoðan í því að stytta skólan í 3 ár. Sammála því. Þegar 4 ár, þá þú verða að fá að vera krakkar og þeir sem að voru að skara fram úr, þú verður bara að tekja þetta 3 árum, þegar við setja alltaf mikla pressu, minnimarkaðin er ekki kalla eftir þessu krökkum. Þannig að það fara allir í heimsreisu. Þarna styttum við skólaárið 1 heilt ár en við minnkuðum bara efnið 11%. Þannig að geti ímyndað ykkur, enda sko Erling og Jó er búin að vera með langtíma rannsók sem að Háskóli Íslands er að gera og brottfallið er svakalegt úr skipulögðum íþróttum á unglingsárum bara út þessar styttingu. Þetta er líka þessa framhaldsskólandi íþróttafólk sem vill fara í framhaldsskóla, það er eiginlega verið að þvingaður svolítið á þessar afreksbrautir og íþróttatengt nám, þannig þeim kannski langar að verða lögfræðingur en líka í fótbolta eða læknir eða eitthvað. Þannig að vera svona að þvinga inn í einhvern ramma að þau vilja stunda íþróttanám og sama tíma. Þetta er líka erfitt fyrir félögin að því að við erum að missa út efnilega krakka til dæmis bara í þjálfun. Þú veist, að því að sérstaklega stelpur, að því þær eru svona í grunninn að einhverju leyti samviskusamari, þú veist, þær sjá bara að þær get ekki gefið sér hennan tíma, þótt þær langi, að því að það er bara pressa. Ég missi alltaf, mína aðstoðarþjálfara missi ég alltaf á framhaldsskólaaldri. Láka að spyrja ykkur eitt viðbútt en að tala að því að það nefna svo smáður fjórðungur karla fjórðungur, bara alistrákar sem er rétt eftir. Ég er alveg sammála þetta er alltaf algengt en er þetta ekki vandamál í sama hóp eða aðleginn kvennamegin eða er þetta ekki bara birtast öðruvís? Það birtist öðruvís. Þær eru meira í kafbátahernaðinum og það er ekkert minna þetta, það bara kemur öðruvísi fram. Mjög ólíka birtingamyndir. Það myndi ég átt. Líka á því þegar þú kannski með bélistelp og boðar hana með í aðliðsleik til að vera á bekknum og þá jafnvel segir hún nei að því hún vill ekki að því að hún það er mjög algengt. Það er bara svo lis. Það er ekki bara staðrind, það er ekki alltaf jafn gaman í aðliðinu og béliðinu. Það er bara... Það er meiri pressa, já sko. Afslappaðar eitthvað fyrir. Við höfum mörg hefði unnið með afreksleikunum og sem við þjálfum með öðrum hlutverkum. Það er svolítið þannig að afreksleiknum fótbolta er kannski aldrei stöðbarinn á veikunum en það er ekki fyrir utan. Þegar þið voru að láta vinna styrkleikur kortið. Finnstu þið eitthvað mun á því að þegar að leikna var að segja frá styrkleikum að það er meira hvernig er þessi fótboltamann? Hvernig er þessi mann? Nei, kannski allavega eins og í einstaklega samtílunum að þá nota maður markþjálfartæknina. Þú veist, og maður er bara svona og þá þarf maður bara líka að vera svolítið flinkur við að heyra
hvað menn eru að segja. Þannig að kannski byrja á að segja svona einhvern styrkleika sem að tengist fótboltanum, en svo fer maður, þá þarf maður að vera svolítið duglegur að spurja og fara á dýptina, af hverju ertu með þennan styrkleika? Jú, það er af því að það er einhver kjarnastyrkleiki sem að bústar þennan styrkleika upp. Þannig að mér fannst þér fara rosa tilbúnir að fara svolítið inn á við og fara á dýptina til þess að draga fram, bara, hver ertu, segðu mig frá þér, af hverju ertu þarna, af hverju ertu fótboltamaður? Þannig að ég held að þetta var ekki svona yfirborðskenndir styrkleikar, alls ekki. Nei, svo náttúrulega líka eins og hún er búin að hitta Axel 10 sinnum, sem að þýðir örugglega 15 klukkutímar eða eitthvað. Það skapa trausti og þá ferði í dýpri vinnu. En þú veist, þjálfari sem er með liðið sitt allt árið, hann á að geta gert þetta á hausti. Þannig að fara á dýptina, það er að skipta máli. Ég hef sagt að við byrjum bara mikið fótboltaspil og leggjum niður markmið sem hefur haft mjög mikil áhrif inn í lífið með líka. Skilur við, slútaði maður lifir og hugsa bara fótbolta. Þannig að þetta er búið að vera alltaf út frá fótbolta íþróttinni og svo er ég að taka þetta inn í lífið. Einmitt. Því svo eru allir með áskoranir. Lífið er bara. Það er spyrir einu, hafði orðið vara við það, Ég veit. til dæmis eins og með aðlistrákana og versus bélistrákana og mögulega hvernig með líka. Að bélistrákanir svona fatta að þeir eru næstu í hana og þá fara þeir oft í eitthvað svona fíblagang ef hann er æfingum, er ekki að gera æfingarnar krafti, eða fíblast. Þegar þeir í staðin fyrir að hugsa, ég ætla að vinna með henni upp og þetta mig fram, þá er ég eitthvað óöruggur og fyrir frekar í fíblagang. Ég þekki kannski ekki nógu vel til þess að... Ég þekki þetta alveg, en það sem mér finnst alltaf mesta syndin er við yngri flokka, þú veist, af hverju fókusurum við svona rosalega mikið á A-lið og landslið, mjög margir, 90% af þeim, þú ert búin að þjálfa eins og ég svona lengi, eru þarna bara af ánægjunni. Ég ætla ekki að verða meistaraflokksleikmaður, ég ætla ekki að verða landsliðsmaður, ég er bara eina því mér finnst gaman fótbolta og mér langar í líðheilsan, þú veist, ég vil hreyfa mig. Þetta er skemmtilegra en að vera ræktina. Þannig að við erum við bara með fókusinn, við erum svo afreksmið og það er náttúrulega, þú veist, það er efni í heilan fyrirlestur í viðbót, við viljum fá Sigga-Ragga og Vöndu til að takast á afreks. Já, takk. Já, þú veist, við erum svolítið þarna. Ég sagði þetta í val lengi, þú veist, það bara ekki, við vonum byrjuð bara þessi fyrir meistaraflokk, þessi, þú veist, og bara ábyrðin á þessa litlu. Í afturöldingu var maður í öðrum flokki afturöldingu þegar fór það eitt sumarið. En maður hefur líka séð stráka, ég man eftir strákum og stelpum sem að voru sett kannski full mikil pressa á og svo stóðust þeir ekki væntingar og hvað þá? Þetta er rosalega brostnar vonir, sko. En er þetta ekki pínu, þú veist, ég held að þjálfararnir séu nálega kannski ekki allir að pæla eitthvað rosalega mikið í þessu, en er þetta ekki bara svolítið foreldravandamál? Jú, mjög stórt. Það ætla allir eiga næstu Margréti Láru. Og Eiðsmára, ég meina... Foreldrar náttúrulega bara sér kategóría örugglega fyrir þjálfaran. Og fyrir yfirþjálfara, ég meina, þetta er bara kvörtunarþjónusta. Þið eigið örugglega eitthvað tíma bara í að svara eitthvað, akkur er ekki A, akkur er ekki B og akkur er ekki á landsliðsæfingum eins og þessi og þetta er bara tíma eyðsla. Það er nýri 7. Já. Það er alls konar. Það hefur náttúrulega gríðarleg áhrif á unga krakkar sem bara fjórða yfirleitt var það í dreiflundi. Þegar voru boðaðir í úttökuhóp, þetta gaf svona endóðsbyrtingu við að þau voru að leggja sig meira fram, hlusta betur að það er einhver aðeins sem að fylgja þannig. Já, sjálfsög. Þetta skiptir mjög miklu máli. En stundum er náttúrulega allt og mikil pressa. Ég man bara eftir því þegar ég var valin í landslið fyrst og pabbi var eitthvað monta sig og sagði að ég hefði verið valin í landslið í handbolta. Það mætti aldrei á leiki, sko. Ég það reyndar ekki. Stundum eru þau of dedicated, foreldrarnir. Þarna var ég eiginlega bara svolítið fegin því í þá daga það var ekkert margir að mæta á leiki. En núna, ég veit að eins og þið sem eru að þjálfa, mér fannst COVID-ið æðislegt. Að vera á mótum og vera laus við alla foreldrana. Ég sá bara leikmenn þetta var æðislegt, það er enginn að kalla á mig. Óþarfa pressa. En heyri, við erum alveg til í umræður eftir ef við erum ekkert að flýta okkur en bara svo að dagur geti slökkt á. Þá bara takk fyrir okkur. Takk hérlega.
Já.